Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, heyrðu, nú ætlum við aðeins að ræða söguna. Það svona margháttað tilefni af því. Það var náttúrulega 17. júní hérna í gær og þá var maður látin horfa tilbaka 80 ára lýðveldisafmæli en líka 150 ár síðan að það var stór hátíð á Þingvöllum og Íslendingar fengu fyrstu stjórnarskrána. En við ætlum ekki að fara yfir það, svona kannski óbeint söguna sem er kannski að einhver leyti týnd. Það er ekki alveg svo saga sem við göngum með í kollinum er kannski ekki saga okkar allra, það er kannski frekar svona höfðingjasagan sem við erum með. En það er annað tilefni að það er bókaflokkur sem er orðin æðistór, sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar, komum 34 rit út í þessum bókaflokki og núna daginn að þá var verið að gefa út kannski ekki bókina sem kom út í flokknum Bibi í Berlín en sambærilega rannsóknir og liggja á bakvið það Sigurður Gylfi Magnússon sem að starta þessum bókaflokki fyrir hvað er það? 1997. Já, það eru meira en aldarfjórðungur. Já, þetta líður tíminn hratt sko. En ertu ekki ánægð með flokkin? Jú, þetta nú bara eitt af því sem ég er hvað stoltastur af bara mínu ferli. Já. Það að margt sem kemur til að ég var að ljúka við mjög stóra rannsóknanda 1997 sem birtist vorið 1997, bók sem heitir Menntun, ást og sorg. Já. Og byggði að stórum hluta á dagbókarskrifum og svona gögnum frá 2 bræðurum, strandabræðurum og ég var í 2-3 ár með þá bara gjörsamlega á heilunum því að þetta efni var allt saman til niður í handritadeild og ég undir mér ekki hvíldar, ég bara, þú veist, ég var hékk á húninum þegar það var opnað og fór allar klósett allan daginn, sko, þetta var bara, þarna var ég komið með doktorspróf í sko 19. og 20. öldinni, en þetta lögust upp fyrir mig bara alveg nýjir heimar. Með því að skoða söguna í gegnum hausinn og 2 köllum. Já, og ég meina að þetta voru bara ungir bændasynir, fátækir bændasynir, sem bara þráðu þessa menntun alveg óskaplega. Og ég tengi raunverulega saman menntunarþrána við sorgina og ástina því að það leyndust í handritadeildinni, leyndust ástarbréf Níelsar Jónssonar til heimasætunar á Gjögri, Guðrúnar Bjarnadóttur. Og það kemur fram í dagbóku, fyrst sko detti niður á dagbók Halldórs Jónssonar frá Middarskrif, frá Tindi, þeir eru allir frá Tindi í Kirkjubólshreppi. Og hann segir mér fljótlega frá því að Nilli bróðir, eins og hann kallaði, væri líka byrjaður að halda dagbóku. Ég sagði, heyrðu, hérna er skemmtileg situasjón komið upp, sko, þá ertu með bræður á sama bæ og sem er að segja frá bara upplifun sína af bústörfunum. Og mjög fljótlega því ég fyrir að lesa bók Níelsar, þá nefnir hann það að hann sé í tíum við heimasætuna á Gjögri og hann sé að skrifa henni bréf. Og hann skrifar upp öll bréf sem hann fær og öll sem hann sendir í sérstaka bók. Og ég bið Kára Bjarnason, sem þú þekki nú, sem þá var handritavörður, að leita að þessum gögnum og hann kemur með heilmikið, en kemur síðan með konfettkassa. Freyju konfettkassa, stútfullana ástabrifum sem höfðu bara borið safninu stuttu áður. Og þarna breytist náttúrulega alveg umfang minna rannsóknar algjörlega og þá fyrir ég að tala ástina, ekki aðeins sorgina, þannig að sorgin náttúrulega alveg yfir þyrmandi að hún lá eins og mara á seinni hluta 19. aldar samfélaginu því að ungbarnadauði á þessum árum svona miðju öldina hann 35%. Og ég meina það náttúrulega gríðarleg tala. Bara nefna þessum dæmi. Það sást í mörgu að bræður voru skýrðir saman nafninu í vonum að það myndi lifa. Já, heldur betur. Nafnin ganga oft, ég nú sagt ég margar sögur á þessu sko. En það var svo það var eiginlega næstu hversdagslegur, barnstöðin var næstu hversdagslegur. Já, heldur betur. Og ég meina, ég segi stundu sögun af Matthíasi Jökkumssyni og hann skrifaði náttúrulega þessa frábæru sjálfsæfisögu, sögukaflar af sjálfum mér, sem er svona fyrsta, nútíma sjálfsæfisaga.
Matthías var náttúrulega bara eins og stórfljót. Það sko, Steingrímur Matthíasson, sonur hans sem gaf út bréfin hans, lýsi því að kallinn settist niður að kveldi og skrifaði kannski 20 löng bréf til vina og vandamanna, bara hverju kvöldi. Og svo náttúrulega ortan sko erfið ljóð, bara eins og var engi morgundagurinn. En nú svo ætlaði hann að skrifa, finna rauða þráðin í lífi sínu og hann eiginlega gafst upp fyrir því verkefni. Og þarna var hann sem sagt... Ég ekki einn, ég margur. Já, hann er náttúrulega tætt eftir því, hann er merkilegu típa að því leiti, sko, hann er til dæmis búin að kynna sér Freud, þannig að þegar hann byrjar, og Freud er bara að kynna sínar rannsóknir hann í lok 19. aldar. Þá er Matthías að kafi í þessar rannsóknum. En nóg með það, í þessari sjálfsæfisögu kemur fram að hann er 9 ára gamall, að með minnir hjá móður systur sinni í nágranna hreppi, og á því heimili á sömu viku steypir barnaveikin sér niður og þau missa 4 barn. Konan númer 2, hann var þrígiftur, hún missir í sömu viku, í sömu sveit, 6 systkini og barnaveikinni. Þetta er náttúrulega rosalega yfirþyrmandi og þetta fann ég í þessum dagbókarskrifum þeirra bræðra að það var alltaf einhver að deyja, alltaf einhver nákominn og þetta var svona, þessi sláttur hversdagslífsins kom hann í svo óvart og þannig er ég búin að skrifa doktorsritgerð þetta tímabil, skilurðu. Og þetta var, opnaðist fyrir mig. Má ég spyrja það einu vegna þess að við í nútímanum horfum oft til baka og það er svona upplöfum það að fólk hafi bara kynnt þessu, enginn geta rætt þetta, kunni ekkert með þetta að fara og þetta urðu allt saman einhverjar óviðgerðar beglur í sálinni. Var það þannig eða hafði fólk tæki til þess að glíma við sorgina? Sko, það þau hafðu tæki til þess. En það náttúrulega vakti athygli mína hvað þetta var oft hversdagslega upplifun. Því að það var kannski í sama paragráfi Nilli bróðir misti barn eða við skulum segja, hann misti nú reyndar ekki barn en einhver nákominn ættingi var að missa barn og síðan bara réri og þetta fengum við í róðrunum sko. Þannig að svona, ég hafði á tilfinninguna að þú gast ekkert lagst undir feld og syrt taktur hversdagslinn sem hélt bara áfram og þú áttir önnur börn sem þú bara sleiftir þá í glötun og það er náttúrulega alveg stórkostlegt bréf sko Halldór ferst 42 ára í sjóróðri frá 5 börnum og ekkjan Elín Samúelsdóttir og talsett yngri heldur en Halldór með 5 ung börn og hún skrifar Nilla bróðir Níels Jónssoni sem þá var sestur aðalgjöfri skrifar honum bréf þar sem hún er að lýsa að barnaveikin hafi steypt sér niður og maður getur lesið sko bréfið er langt, það er yfir kannski 10 daga sem hún er að skrifa það og hún missir 4 ára gamalt barn og sorgin er náttúrulega alveg yfirþyrmandi og ofsalega sterk en svo sér maður hvernig hún nær áttum einhvern veginn og bara þú veist hugsar nú hef ég verk að vinna sko þetta er rosalega tregafullt bréf sem birtist í bók sem ég gaf út bara haustið 1997 lét gamlan draumur rætast að sem sagt efna í ritröð sem það sem heimildir væru birtar og Kári Bjarnason og Pétur Engin hann var nú gamall skólafélagi minn úr heimspekideildinni og hann vísaði mér nú mikið vegið í handritadeildinni, það voru ekki margir sem höfðu lagt leið sína þangað þegar ég kem þangað sem bara ungur menntamaður og hann leggst á árar með mér og má segja að hann sé meðritstjóri minn í fyrstu bókinni og næstu 2 eða 3 og síðan þegar að bókin er komin út þá segi ég við hann, heyrðu, ég vil halda þessu áfram. Þarna hafði ég bara yfirsýn yfir mjög stórar heimildir og heimildaflokk. Ég vil halda þessu áfram. Það er svo miklu meira til sem við þurfum að koma að framfæri. Og þarna var hugmyndin fyrsta lagi þessi. Sagnfræðin hafði breyst frá því að vera saga alþýðunar sem alþýðan gleifti í sig frá því að vera frekar tæknilegt fyrirbæri. Ég meina, hagsagan, lýðfræðin, þú þurfti bara meira próf í starffræði sko, til þess að geta lesið sömur að þessum rannsóknum. Það voru bara mjög erfiðar. Og þannig að það verður, en sko, sagnfræðin breytist í þeim skilningi að hafa verið að fjalla meira venjulega fólki, alþýðu fólki. En það er bara gert með þeim hætti að það bara skilur það enginn.
Þannig að það verður skil á milli raunverulega, það verður skil á milli fólksins sem hafði áhuga á sögu og þeirra sem stunduðu sögu sem sko bara sérgrein. Og ég hafi alltaf áhuga á að draga þennan hóp aftur inn á svið sagnfræðinnar, af því það er svo mikil svirði að sagnfræðin geti talað við fólkið í landinu. Þú veist, annars erindið lítið þegar allt kemur til alls. Því þetta er sagan okkar. Já, þetta er sagan okkar nefnilega og þannig að ég hugsa með mér, þarna er ákveðið tækifæri bara að gefa fólki kost á að taka heimild eins og dagbækur þessar tveggja bræðra og lesa í þeim. Ég skal nefna það dæmi. Halldór hélt til dæmis efnabók, með mér hann hafi kallaði það. Hann sem sagt taldi upp allar eigar sínar og verðlagði þar. Bækur, nærbuxurnar sem hann stóð í, fornar og nýjar, þú veist, þetta var allt saman verðlagt og þú kann séð frá ári til árs hvernig vegur hans jókst. Og þetta náttúrulega bara fjall í kramið hjá fullta fólki sem hafði bara áhuga á að sjá sko, með svona áþreifanlegum hætti hvernig lífi lifði ungur sveitamaður á ströndum og hvernig hann bara náði einhvern veginn að hérna, koma ársinni bara ágætlega fyrir borð lokin. Hitt það sem ég hafði mikinn áhuga á og það var að taka nemendur sem ég var að kenna á þessum bara í Háskóla Íslands frábæra vel gefið og áhugasamt fólk sem var alveg bara beið eftir verkefnum, að fá verkefni. Ég vildi gefa þeim kost á að taka sínar námsritgerðir og stækka þær upp og vinna þær undir handleiðslu reyns fólks og gefa þetta út. Og flykta þá frumheimildirnar en jáfnframt einhverja svona umfjöllun þær. Það var konseptið, raunverulega frumheimildirnar birtar, skrár frumheimildirnar og svo góð umfjöllun eftirmáli eða formáli eða hvað. Já, formáli svona og oft var hann bara, þú veist, hátt í 100 síður sko. Þannig að hérna, sko, saga þessara bræðra var náttúrulega alveg stórkostlega á margan hátt því að hérna sko, menntunarst og sorg mæltist nú bara ágætlega vel fyrir. Þetta var fyrsta einsögur rannsóknin á Íslandi sem ég var svona einhvern veginn að kynnast sjálfur bara þarna og því að ég þurfti eiginlega að finna einhvers konar aðferð við að fjalla heimild sem er svona í hillu. Ég meina dagbækur Níelsar Jónssonar, hann hélt dagbæk í 40 ár. Skilur hvernig, þú veist, ef þú lest sjálfsæfisögu þá er það kannski 300 síður og höfundur er búin að vinna úr það sem er merkvast úr æris. Það sem maður vill segja. Já, það sem maður vill segja. En dagbækurnar eru bara einhvern veginn og þannig óskrifa blað. Sem vilja samtal við sjálfan sig í dagbækum. Já, það er samtal við sjálfan sig og þú náttúrulega sem fræðimaður eða vísindamaður, þú þarft að raunverulega draga fram einhverja þætti sem þér finnst áhugaverðir í bókunum. En á þessum árum man ég eftir að þú var svona að ræða í riti við fólk einsögur. Og þá var eins og að væri svona barátt að þetta sjónarhorn á söguna, að það var ein aðferð væri að horfa á hana bara eins og Guð á söguna, en önnur aðferð væri að horfa á söguna út úr bara heilabúi einn einstaklings og það væri möguleiki og líklegt að við fengjum kannski bara dýpri skilning á sögunni með því sjónarhorni heldur en að láta eins og við séum Guð og horfum á þetta allt úr 30 fettum eða hvernig sem er. Eða stundum við náttúrulega verið að horfa á minna svæði og fleira. Já, og ég meina þetta er bara grunn hugmyndin á bakvið einsöguna. Það er að hver við eigum öll okkar sögu og hún hefur sérstöðu, hver saga. Og ef við fáum tækifæri til þess að kafa onni í sögu einstaklinga og sérstaklega fólk sem kannski hefur aldrei komið við sögu í þjóðarsögunni, að þá náttúrulega fáum við alls konar miklu dýpri merkingu í það og það 1998 þá gaf ég út með nemendum mínum bók sem hét Einsagan, ólíka leiðir og það var engin annar en Gunnar Smári Egilsson sem hannaði bókaköpuna þá mannst þetta því? Já, eitthvað smá óljóst. En það var ég leitaði til Öldu Lóu og hún svona sagði ég hef svo mikið að gera, þá Gunnar gerir þetta og þú gerir það með sóma og það er bók sem hefur bara held ég farið víða mikið og hún lifir ágætis lífi ennþá. Sko. En ástæða fyrir hafði sambandið í dag var að því að var 17. júní í gær og þá var eins og ég var að segja í ingangnum eins og vitanlega það voru 80 ár frá lýðveldisstofninu og það var svona mikil áherslu á það í allri umfjöllun en það var
150 ár frá 1874 þjóðhátíðin á Þingvöllum og mér myndi að við höfum átt eitthvað samtal á þessum tíma kannski það sem að þú varst að tala þessar bræður og eitthvað svona eins og vakningu sem hefði orðið í sveitum fyrst og fremst og við höfum stundum verið að reyna að ná utanum hérna við Rauðaborðið að það er þessi svona félagslega vakning, það eru lestrafélögin sem hafður reynda verið til áður en fjölgar sko gríðarlega eftir þetta og það er eins og ég veit ekki hvað það var stjórnarskráin eða bara 1000 ára afmælið eða hátíðin og Þingvöllum sem að verður svona einhvern veginn svona kveikja og þetta er náttúrulega mjög spennandi tími líka í bara heimsögunni, þetta er hérna breytingar í hugmyndasögu Evrópu, en það er líka sem að verða svona efnaðslega breytingar, þannig að stuttu eftir þetta þá fara vestuferðirnar að koma sem eru kannski raunveruleg lausn eða flóttaleið út úr sko vinnuhjúa mennskunni, geldlífi, vinnuhjúana og eitthvað fleira, þannig að verður svona rót, félagslegt rót og svo kannski aðeins seinna þá byrja að verða svona meiri sjóróðrar og sjávarbyggðirnar eru byrjar að verða til, sauðasalan til Bretlands kemur inn sem kemur með peninga inn í sveitirnar og það er eiginlega kveikjan að því að kauffélögin eru stofnuð þannig að það er gríðalegt rót sem er á þessum árum og ég man ekki betur en að þú hefur lýst í þannig að ég allavega með þessu hugmynd í hausnum með þá að það eins og það væri svona hluti af þessu sem að gerist hjá þessu bræðrum er þessi ótrúlega vakning það að ég geti móta lífið mitt sókn eftir einhverju fróðleik að ég er ekki bara það sem að allir aðri voru á undan mér heldur höfum við einhvern veginn framtíðina í höndunum og getum skapað hana og eitthvað svona sem að þú lýstir hefði verið meðal alþýðu manna á þessu tíma. Nei, heldur betur, ég meina þú manst þetta alveg rétt í raun og veru fjallar menntunarstasorg svolítið mikið þetta því að þú spyrðir náttúrulega hvernig stendur á því að svona kallar fátækir bændasinir og ég meina við erum að tala virkilega fátækt fólk sko, ég meina þau foreldrar sem að telja til nærbuxur til eigna og líka bara það, þú veist, þannig sko þeir voru 9 systkinin og það eru 4 bræður sem komast á legg þú veist, þetta náttúrulega og þetta í seinni hluta 19. aldar og það vakti náttúrulega athygli mín að bara þessi ótrúlega þrá eftir menntun og þekkingu Nilli bróðir fylgdi manni upp á Kveingrjót hann taldi skrefin þau eru 14.280 skilur þetta er bara skráð í dagbókina hann stekar 15 kilometra þú veist, þeir mæla upp túnið þeir stækka bílið þeir veita læknum inn í húsið stæðan fyrir að fara að sækja hann í brunakuldað eitthvað út á tún skilji, gamla fólki var á mótið þessu en þeir gerir þetta í skjóli nætur af því þeir voru bara mennu upplýsingarna þarna er þetta 18. aldar fyrirbæri upplýsingin að settla niður til alþýðunar og þannig að það er vissulega vakning og það er þessi hugmynd í þessari hvað við segja þessari fátækt og þessari á vissanhátt svona yfirþyrmandi sorg sem hvíldi yfir eins og mara yfir samfélagunum þá er þessi ofboðslegu frelsistrá þetta progress og trú og svona sjálfsköpun ég meina og þeir eru náttúrulega bara að hvetja hvern annan til dáða og ástarbréfin þau fjalla nákvæmlega þetta hann er alltaf að segja við Guðrún og heimasætt og Gjögri við verðum að sækja fram þú verður að sækja í menntun mig langar til þess að sækja mig langar til þess að verða smiður þú veist þannig að þau eru í það er svona, þetta er ást en hún er skilyrt við verðum að standa okkur og þetta finnur við náttúrulega líka í sko ég stundum haldið fram að sjálfsæfisöguna sem byrja að streyma út þarna á fyrirhluta 20. aldar ég skipti þeim upp í 20. aldar upp í tvennt í menningu vitnisburðarins þar sem bændur stíga fram og segja ég vil ekki frá neina að segja en ég ætla samt að segja mína sögu ég ætla að segja ykkur hvernig ég stækkaði bílið stækkaði túnið, ég stóð mína plikt ég eignaðist mína fjölskyldu ég skilaði mínu inn í hið nýja lýðfrjálsa ríki skiljiði síðan upp á 1980 þegar við förum að muna eftir okkur þá koma bækur eins og Sigurðar A. Magnússonar sem er sko svona menning tilfinningana menning játningana þar sem hún játar á þér alla glæpi heimsins þetta er tímið 12-spora-prógramana þetta er þú veist að það sem verður betra bætað og þessa sjálfsbókmenntir fá allt annan og öðruvísi tón
Það verða miklu skemmtilegri í raun og veru. Þú ert að lesa miklu tilfinningalíf fólksins og fólk hikar ekkit við að skrifa þannig bækur og við erum ennþá í þessum fasa bara á einhverjum sterum af því þetta náttúrulega komið í alla miðla og allstaðar sko. Þannig að þess að við erum að skilgreina okkur út frá tilfinningunum á meðan að kannski bræðurnir og þeirra samtímamenn voru að skilgreina sig út frá hvað stöðu sinni í heiminum. Og eða bara pólitískri stöðu sinni. En ekki svo mikið innra líf. Nei, eiginlega ekki sko. Maður náttúrulega vakti náttúrulega athygli mann sem maður var að lesa, sko ég meina það voru gefnar út frá upphafi til 2004 voru gefnar út rétt 1100 sjálfsæfisögur, endurminningarit og samtalsbækur. Og þetta náttúrulega gríðarlega mikið, ég hef lesið mjög mikið af þessu þannig að ég hef góða tilfinningu fyrir hvað þetta snýst og það náttúrulega mjög gaman að lesa margt af þessum bændadagbókum af því þetta er svo þrungið af bæði hornum heimi, þeir eru að bjarga, þetta er svona verðmætabjörgun, þetta er í einhverjum tilfellum líka játningar, það er til slíkar bækur en þetta er langsamlega mest bara hversdagssögur af bara baráttusögur af lífi þessa fólks, hvernig það vann sig upp og í sömu tilfellum þetta náttúrulega líka eins og harmsaga ævi minnar, hvers vegna ég var auðnlýsingi, þú veist að því þú ert með höndin á Bibi, það er náttúrulega sko bók sem sagnfræðingar vildi ekkert hafa með að gera, að því hún var ekki trúverðug, en hún er náttúrulega stórkostlegur vitnisburður bara mann sem áttu við geðran vandamál að stríða. Og sömuleyti var þetta að segja að hún var í innrás sjálfsvorkurinnar inn í Íslands samfélag. Já. Hún er náttúrulega þrungin af sjálfsvorkun. Já, heldur betur. Sem að hefur orðið meiri ráðandi hugmynd síðar. Já. En að því erum að tala um þetta, munurinn kannski sá að það er oft verið að tala um að við séum búin að lifa mjög svona mikla einstaklishyggju tíma og eiginlega bara sem komin í þrot með þá leið og einstaklingurinn hann reif sig út úr þorpinu, getur við sagt svona til einföldunar og hugmyndin var svo að hann þyrfti eiginlega slíta sér lausan til þess að fá að blómstra sem einstaklingur, að þorpið eða samfélagi héldi honum niðri. Og þá er þetta kannski seinni tíma sögurnar eru sögurnar af einstaklingnum sem er að skilgreina sjálfan sig, hvernig hann var til og akkur hann fekk ekki að blómstra eða hvað sem er. Á meðan að hinar eru eiginlega sögur af einstaklingnum inn í samfélaginu, inn í þorpinu, hvernig hann ætlar að breyta þorpinu eða samfélaginu til þess að fá að vaksa. Á meðan að seinni tíma sögurnar eru einstakling án samfélagsins. Já, og þetta er bara mjög góð lýsing og í raun veru lýsing á þessum tveimur menningarheimum sem ég skiptu upp, þarna menningu vitnisburðar og menning játningana. En sko að því þú nefndir 19. öldina og það sem var að gerast þá, það var náttúrulega mjög margt sem var að gerast. Þú nefndir náttúrulega vesturferðirnar og vissulega sauðasöluna sem var ákveðin forsenda fyrir vesturferðirnar. Það er bara fólk fékk lífsferil fólks var bara þessi, þú fættist inn í fjölskyldu, ef þú lifðir fyrstu 4-5 árin af, þá hafður þokkarlega líkur á að bara lifa áfram og þú femtist og þá varstu tekin í fullorðinsmannatölu og sem þýtti að flestir fóru bara sem vinnu fólk, vinnu hjú og það tímabil varði í 15 ár. Ég meina fátækt fólk, það tók þá 1,5 áratug cirka að safna sér upp til þess að geta stofnað fjölskyldu. Það var bara þú þurftir ákveðin lífsgæði til þess að geta sannfært hreppin það að þú væri færum að sjá þér og þínu farborða. Þannig að giftingaraldurinn er rétt 30 hjá hjá körlum aðeins 28 minn hjá konum á 19. öld. Það náttúrulega mjög áhugaverð spurning svona út frá sögu tilfinningana sem nú eitt af þessum greinum sem ég hef stúderað svolítið. Hvað gerist á þessu tímabili, svona kynferðislega séð? Ég meina, hvernig fer fólk að við slíkar aðstæður þegar þú færið ekki til kynlífsþörfðinni smalað í raun og veru. Og við veitum náttúrulega líka að sko félagslega kontról var mjög mikið á Íslandi því að lausalegsbötum voru til þess að gera fá.
Þannig að hérna... Og ekki svo langt síðan að fólki var refsað grimmilega fyrir... Já, það náttúrulega, fór ekkert að milli mála að þú veist, reppurinn, bændurnir sem voru komnir yfir þennan þröskuld og ég meina í langflestum tilfellum voru þetta ekki sko ríkt fólk sem stjórnuðu reppunum, þetta var bara fólk sem hafði þurft að þræla í þessum lífsferli og síðan tekum við sem sagt búskapur, oft hókur og það mátti mjög lítið út að bregða að fólk lendir í hérna alls konar hremmingum bara nefna hérna ganni að því ég með þessar sýnisbækur bókina Jóns Jónssonar Strandamanns sem býr nú á Kirkjubólshreppi, hvorki meira né minna á mörkum mennskunar viðhorf til förufólks og í sögum og samfélagi þetta bók sem kom út hjá okkur í sýnisbókaröðinni hvernig kom hún fyrir nokkuð 2018 og hann einmitt dregur fram sko að ég hef oft verið að tala um að flakk hafi verið bannað en í ákveðnum tilfellum voru fjölskyldur sendar í betliferðir til þess að þær var ekki leystar upp skilurðu þannig að fólk fór bara fjölskyldan fóru bara í sinhver áttina og safnaði bara forða fyrir veturinn til þess að lifa harða árið af í þeim skilningi að það var álitið að vera betra fyrir reppin að sko að leysa fjölskyldanar upp að það reyndi að þrauka áfram þannig að það voru náttúrulega mjög mörg ár sko 19. öldin óvenjulega þýleiti að hún frekar mild sérstaklega frá 1820 áfram og þá náttúrulega það og í samanburði það sem hafði gengið á áður sem var hryllilega ár já það var náttúrulega hryllilega sko og þar fer sko mannfjöldin taktu eftir sko niður í 36.000 ég meina það náttúrulega bara varla hægt að reka samfélag við slíkar aðstæður en sko fólksfjöldin fólki fjölgar á 19. öld sem þýddi þá líka að fleiri og fleiri urðu fastir í hjúastéttinni þeir komist ekki í tölu bænda og jável þó að fólk væri að fara upp í heiðar eins og við þekkjum í Bjart í sumarhúsum í vonlausar stöður gátu kannski þraukað í einhver ár en komu svo aftur og voru þá búin að missa eitt árið kom kalt vor og þá féll þetta saman já eða þess vegna bara kalt sumar sko það var alveg og þessi hópur sem situr eftir í hjúastöðinni eða þessi, þú hefur stundu talað um samfélagssáttmála, ég meina fólk skildi þá 19. öld að það endaði yfirleitt upp í stöðu búandi fólks en þegar að þarna komið á 19. öld á seinni hluta 19. aldar þá var bara erfitt að ná í jarðnæði og þá gerist það með sauðasölinni, fólk var að vinna og fekk oft borgað í sauðfé þannig að þegar að sauðasalinn til Bretlands brestur á upp á 1870 þá fer fólk allt í að fá peninga og þá opnast þessi möguleiki annarkvæmt fara á sjávarsíðuna setjast þar að því fiskvegar voru að taka við sig eða flytja til Ameríku og það náttúrulega rosalega skemmtilegur tími í Íslandssögunni þegar að sko þetta rót verður í þetta rót og það tekist á sko heilindi fólksins sem að fara skilur við, þannig að það náttúrulega agentarnir koma, vilja fá fólk frá agentarnir frá Kanada bjóða gull og græna skóga bjóða lönd og hvetja fólk til þess að leggja í hann og síðan eru hinir sem eru vilja halda fólkinu heima og það ansi skemmtilega átök sem eiga sér stað í íslensku samfélagi á svona alveg síðustu 2 áratugum 20. aldar og 19. aldar og fram á 20. aldar. Mikil svika brigsl. Já, í einhverjum skilningi má segja það, en svo verður sko vesturheims fararnir. Sviku í fjallkonuna því að það er svo mikið búið að tala fjallkonuna. Já. Nei, svo verða, sko það nú að finnast að fólki sem lagði í hann, það verður rosalega miklir Íslendingar. Og það náttúrulega skrifað Íslandssagan þeirra skrifað náttúrulega með ákveðnum hætti sko að það dugmesta fólkið líka sjálfum sig við sko bændurna frá Noregi sem yfirgáfu harðræði konungs og fluttu til Íslands og það sama með sem sagt vesturheimsfarana þeir þoldu ekki yfirvaldið og hleyptu heimdragun mjög merkileg saga aðeins að vera aðeins svona kvikna
sko svona síðustu 15-20 árum þessi áhuga á vesturheims rannsóknunum sko. Sem við ættum náttúrulega að hafa. Ég held að við að vitna hérna í rannsókn sem að Tuvalu heitur hún sem fekk Nóbelinn í hagfræði fyrir, ætla sig ekki árið 10 ár núna, 8-10 ár. Já. Hún hefði verið að rannsaka samfélag sem gengi gegnum einhverja hörmungar, gat verið hungur eða það bara svona efnarslegt áföll að atvinnugreinarnar hverfi eða náttúruhamfarir og það var svo skemmtilegt að hún að rannsaka eiginlega fólki sem að situr eftir og fólki sem að fer. Og því að Vestmanneyjar eru með í þessu, þá er það alveg öfugt. Það fólki sem að kemur tilbaka raunverulega fólki sem að fóru ekki. En þeir sem eruðu eftir á fastalandinu eru ígildi þeirra sem að fóru. Og hún segir að svona, gegnum gangandi sé þetta kannski 15% af fólkinu sem að fer. Ég veit ekki hvort að vesturfærin að ná því, en ekki svo langt frá því held ég. Já, það var 20%. 20%, Og þá segir hún að þegar hún rannsakar það að þeir sem að fóru, að samkvæmt öllum mælingurum sem við höfum, að þá hafði það fólk betra. Það var með hærri tekjur, það bjó stærra, börnin fóru frekar í nám og allir mælikvarðar sem við höfum sýna það að þeir sem að fóru höfðu það betur. Og þetta eiginlega galli okkar til að skilja, vandi okkar við að skilja samfélag, að því við sjáum bara hérna mælanlegu gildi. En við kunnum ekki að mæla af hverju fór fólkið ekki. Þannig að við kunnum ekki að mæla hinn samfélagslegu gildi sem eru sterkar heldur það, því að fólki sem fór ekki, það vissi alveg að það myndi hafa það efnahagslega betur eða færi. En það voru eitthvað gildi eða eitthvað sem eitthvað gæði sem að hafði í samfélaginu sem að kaus frekar. Og hún sagði að því að við kunnum ekki að mæla þetta, þá erum við alltaf að taka rangar ákvarðanir í samfélaginu. Því að við erum alltaf til í að fórna hinn ómælanlega gildi samfélagsins sem þá þorpið eða eitthvað í frekar en hitt. Og ég fór að veltaði fyrir mér að því vorum að tala áðan hann þorpið og einstaklingin, að einstaklingu var að berjast út úr þorpinu, að þetta væri hluti af hugmyndinni sem við höfum, að sá sem að brýst út og fer, að hann stendur sig alltaf betur einhvern veginn átt. Að við kunnum eiginlega ekki að meta kannski það sem að þessir bændur þínir eru að skrifa Jú, ég meina það ég held að kollega mínir í sagnfræðinni náttúrulega það var bara hluti af alþjóðlegum straumi að þá vildu menn ekkit sko, ég nú með eina bók hérna sem heitir Þættir af sérkennilegu fólki. Þetta náttúrulega, þú veist, þjóðlegur fróðleikur og menn vildu náttúrulega ekkert af þessu vita. En þetta bara stútfullt af efni af alþjóðu fólk. Og þú getur ekki skilið samfélagin að hafa sín inn í þennan. Ég meina þannig bara rosalega tækifæri til þess að skoða, greina fólk frá ýmsum hliðum sko. Bara svo ég tæki hérna sem dæmi þá ungur vísindamaður Marín Árnadóttir. Hún skrifar hér grein sem heitir Einelti og ofbeldi í sögum af sérkennilegu fólki og þetta náttúrulega, sko, þetta að beita nútíma hugtökum á flakkara og fólk, svona undirmálsfólk sem var lagt í einelti. Þetta var hluti af þáttum úr sérkennilegu fólki og það var náttúrulega bara stöðugt gert grín að þessu fólki. Þú veist, það bara fólk, hún að taka dæma af fólki sem ég man ekki hvort það sko jarmaði alltaf þegar að hitti einn ákveðin mann sko og hann var alltaf rosalega reiður sko og bara allt samfélagi gerði þetta í áratugum saman. Þú veist, þannig að hún að greina okkur að nota þessa sögur sem eru sko í þessum bókaflokki Þættir af sérkennilegu fólki eru grínsögur. Það eru sem stilt upp sem svona skemmtisögur. Nú, ég meina Guðný Hallgrímsdóttir hún gaf út hérna söguna Guðrúnu Ketilsdóttur sem gekk undir nafninu í heimildum og hjá Páli Eggert í bókaskrá eða handritadeildarinnar gekk undir nafninu Gunna Söða. Þetta stórmerkileg kona og Guðný, þetta fyrsta sjálfsæfis konu sem skráð, reyndar eftir henni, ekki nema 4 síður og hún nota þessa 4 síðu til þess að raunverulega afbyggja bara líf þessara konu, kemur í ljós að bara þetta stórmerkileg manneskja sem bara barðist á hæl og hnakka að auka vexinn
og hún lendi svo í klónum á manni sem hún giftist, sem svíkur hana og rænir hana og svo framvegis. Stórkostlega merkileg saga. Og hún kom út þessi bók eða svona þessi rannsókn kom út síðan hjá Routledge, þekkta bókaforlagi, undir nafninu A Tale of a Fool með spurningamerki og fjallar sem sagt konuna sem fellur í þessa gildru en sko dæmi alþýðu manneskju. Þrönguð í gildruna, ekki? Það er bara samfélagið lemur hann niður og heldur henni á sínum bás með hæðinni og... Já, nei, hún er ekki hæð, þessi sko, það er bara í síðari tíma, af því það er síðari tíma þegar menn fara að skrá þessa sögu, þá veit það ekki að því hún er kjaftfor og hún lætur í sig heyra, hún er skráð þegar hún er sko áttrætt og er manneskja veraldra vön og hún, þú veist, lætur dæluna ganga og þess vegna fær hún þetta nafn sko Gunna Söða. þá er bara eins og sísöðandi manneskja en þegar að betur skengst bekki þá kemur í ljós að þetta bara mjög flott manneskja sem bara 18. aldar kona sem náttúrulega mjög þröngur stakkur skorinn en nær samt sem áður ákveðnum atbeina í sínu lífi og bara síðan óheppin og lendir í svona en þú veist var mjög vel metin af sín húsbændum og var bara á bestu heimilum, var eftirsóttur starfskraftur og svo framvegis. Þannig að þetta svona gott dæmi þetta sem við erum að tala sko að leið úr lækkar flugið, ferði úr háloftunum og horfir yfir samfélögin, lækkar flugið og kemst onni sem sagt bara líf þessara einstaklinga og hvernig þeir náðu að lifa lífinu. Þá fáum við allt öðruvísi mynd af einstaklingnum og samfélaginu. Þú ert með BB þarna. Já, en þú kallar þetta sýnisbók íslenskar alþýðumenningar. Já. Af því að þegar þú byrjar, af því að einsaga getur svo sem verið, það getur alþýðan, þú getur alveg takið einsögu Hannesar Hafstein og vilt. Já. En þú kýst að kalla flokkinn alþýðumenningar. Var hugmyndið svo að þarna væri líka leið til þess að búa til svona hina Íslandssöguna? Já. Hina þögguðu Íslandssögu. Já. Fólki sem er ekki nógu fínt til þess að fá að vera með í Íslandssögu sem að við erum ofta básuna út á hátíðstofum. Já, og ég meina það, sko, ef við svona aðeins setjum þetta í svona historiografískt samhengi, hvernig sagfræðin þróast, þá náttúrulega sagan fyrst og fremst saga stórmenna, eins og verðst að vísi. Það eru stjórnmálamenni, það eru hugsuðurnir, það eru fyrirmyndirnar í samfélaginu. Og svolítið mikið gert af því að þeir séu frumkvölar allra breytinga. Já. Sem öfugt við það þú varst að segja frá bændunum á ströndum að þá hefðum að geta trúa að kannski breytingarna verða til einmitt í vakningu alþýðu fólks. Nákvæmlega. En sko, þessi sagfræði, sko, hún var rosalega vinsæl hjá alþýðinni. Fólk vildi lesa prestana, prelátana, allt fólki sem því var alltaf verið að segja að líta upp til. Þú veist, þetta aldagömmul saga. Það saga hólabiskupa, það eru rektora stólana. Þú veist, þetta eru fyrirmyndir. Já, inngróið bara í okkar menningu. Ég held að þessi brúðkaupi Fígarós sem að alþýðumaðurinn verður í fyrsta skipti snjallimaðurinn en aðalsmaðurinn er fíblið. Einmitt. Og svo þekkir við bara í sögu langt fram á 20. öldina að þegar einhver var hetja, alþýðumaður, þá kom í ljós síðar í sögunni að hann var launsonur aðalsmanns. Þetta er alveg mjög ríkt í okkar kultúr. Algjörlega. En síðan kemur sem sagt félagsagan með stúdentabyltingunni og því öllu, bara út í heimi og þá náttúrulega brjótast inn á sviðið minnihlutahópar, konur, skýta að tala konur sem minnihlutahópa, en sem setjast á skólabekk. Ég meina við erum að útskrifa kannski 100-150 manns úr 2-3 skólum, bara fólki sem átt að verða hér allsráðandi, sko. Þannig að bara með fjölbrautaskólalögunum þá náttúrulega gjörbreytist þetta. Í dag eru 5.000 mann sem útskrifast með stúdentspróf. Skilur við, þannig að þessi hópur kemur inn í háskólan og fer að bara segja, gerir bara uppreist. Við viljum bara okkar sögu og tilverðu það sem við kallum félagssaga, en hún snerist náttúrulega stórum hluta það að taka sögu hópsins, hvað sem eru konur, verkafólk, vinnuhjú, Guðmundur Jónsson sem ég var nú að hlusta á þáttinn sem þú tókst viðtal við hann velferðaríkið, bara sem var útvarpað í gær. Ég var nú að keyra á sveitinni og
mjög fýtt þáttur og hann skrifaði bíarigerð sem hétt Vinnuhjú á 19. öld og þetta er 1982 sem bíarigerðnas. Hún gefin út hjá Sagnfræðistofnun og þetta var í fyrsta skipti sem fjalla hefði verið þessi 40% landsmanna. Þetta er ótrúlegt og þetta var bara skólastrákur sko, sem var að vinna þessa ríkjað. Þannig að þetta er hluti... Þetta er bara 15 ára áður en að þessi bókaflokkur byrjar. Já, það er þeim alveg fáránlega stöðu tími. Já, ég meina þarna á svipa leiti er svona Gísli Gunnarsson að gefa út uppbóðu Ísaland, Loftur Guttormsson frábæra bók benskuna á upplýsingaröld og síðan kemur Gísli Ágúst Gunnarsson með doktorsritgerð 1988 sem hét Family and Household sem er stórkostlegt verk en hún er mjög tæknileg hins vegar, hún er lýðfræðileg og lýðfræðin er einkenni sko þessara bóka nema Lofts og hann var með svona blandaða tækni ef við getum orðað þannig og þarna er aðalega verið að skoða hópana og það er það sem ég var að nefna áðan þá missum við svolítið lesendunar þeir bara ráða ekki við bara eðlilega svona tæknilega útfæslu á þessu. En þetta kemur seinna til okkar, heldur en allstaðar annar staðar, af 2 ástæðum. Við vorum svo þjóðernisleg á 7. og 8. áratögnum og fram á 9. áratögnum, út af hermálinu. Ég meina, það var alltaf við að kljást hermáli og hvað sem hún varst með því að móti, það voru rökin þjóðernisleg. Og svo náttúrulega landhelgisdeilurnar. Þú veist, það voru allir í einum máli þar, sko. Hvernig við vorum öll í saman. Þannig við höfum ekki rými til þess að vera ólíkir hópar. Þannig að svo saga komst eiginlega ekki í gegn. Við höfum alltaf verið ein. Já, þetta var einingar saga. Þar til að Gísli og á 9. áratögnum þegar ég að byrja í námi, þá bara opnast alveg bara nýja sín. Ég fer í nám 1985 til Bandaríkjanna og þá sérhæfði mig í félagsögunni. Í þessari sögu. En ég fann strax ákveðin ónot gagvart þessu. Mér fannst ég ekki alveg finna mig í þessari sögu og yfirmaður minn er sem sagt leiðbeinandi sem var mjög þekktur og er mjög þekktur sagnfræðingur, Peter Stearns, hann var svolítið á mínu bandi. Þannig að hann sagði bara takt þú bara þessar persónlegu heimildir, þessar merkilegu íslensku heimildir og notaðu þær. Hann gaf mér svolítið frítt spil og þegar ég kem heim þá hefur straumur taktur tímans náðu svolítið til þess sem ég var að hugsa og ég er ekki að hæla sjálfum mig fyrir þetta því að ég hafi ekki hugmynd hvað ég var að gera þetta bara gerðist, þetta er bara með falli Bellinamúsins, með postmodernismónum þegar að hóparnir rifjast fram á sviðið og krefjast sinna sögu þú sér þetta á 9. áratögnum bara í umræðu kringum helförina eða gúlagið þú veist vestrið eða austrið vildi ekkert af þessu vita af því þetta leit svo illa fyrir þessar hugmyndastefnur á hvoru megin sem hún varst skilur svo þegar að Berlínarmúrinn fellur þá verða svo rosalega breytingar þá streymir fólk fram og við segja sína sögu hvort sem það lifði af gúlagið eða lifði af helförina og þetta hefur rosalega mikil áhrif inn í síðasta áratug 20. aldar þegar að einsagan fær aftur nýtt líf, má segja. Og það er það sem ég birtist hér á Íslandi, einhvern veginn, pikka hana upp og fer að gera hana svona ákveðni leið til þess að nálgast þessar heimildir sem ég vildi gefa út. Þannig að einsagan í sjálfum sér, það er ekkert skilyrðið að gefa út bók hér undir hatti einsögunar, en hún er aðferðafræði sem margir sem hafa gefið hér út nýta sér. Getum orðað það þannig. En fyrst og fremst er þetta náttúrulega bara heimildarritröð, stundum með bara rannsókn. Og þá af svona dóti sem hefur verið til hlýðar við söguna. Nákvæmlega. Og ég meina gleymda saga einhver leyti. Þetta er gleymda sagan. Og þar lendi heitir þetta alþýðu menningar. Já, það er alþýðu menningar. Manstu það? Akkur þú vantar þetta á? Ég held að þetta hafi nú bara verið þetta er náttúrulega þekkt úr erlendis popular culture er svona svið sem ég hreifst af það tengist öðru sem að líka mætti segja að því að þú ert að tala um hvernig sagan breytist og við höfum svona ákveðna svona þráð í okkar sögu að stundu sagði við sem söguþjóð við höfum auðveldra með að ræða saman í sögum heldur en í svona hugtökum og öðru slíku kannast þetta svona hugmyndir íslendinga sjálfan sig en það þú nefndir áðan þjóðlegan fróðleik
sem var náttúrulega gríðarlega breið og stór bókmenntagrein á Íslandi, langt fram eftir síðustu öld, en fór svona þóttið vera hallarleg. Já, þóttið það. Og sérstaklega með félagssögunni. Ítt í burtu svona bara með harmoníkutónlist út í horn. En náttúrulega svo inngróin í bara íslenska þjóðarsál að hún brýst fram og þú sér það bara þegar rithöfundar fara að eldast að þá faraði meira og minna að skrifa þjóðlegan fróðleik. Ég held að Einar Már Guðmundsson má segja það að hann sé að glíma við þetta, Einar Kárason, jafnvel Pétur Gunnarsson sem að reyna að breyka þetta enn frekar með því að taka eiginlega svona sína eigin svona sín á heiminn inn í það og Sko Pétur nefnilega áhugaverður bara ef maður grípa hans fram yfir að sko Pétur áhugaverðar þýleiti, mér hefur alltaf fundist hann svolítið skemmtilegur í þessu sambandi að sko hann var náttúrulega niður í handritadeild árum saman, bara grúska í skjölum þannig að í staðin fyrir þegar margir rithöfundar sem voru að skrifa sko sögulega skáldsögur fóru bara í næsta yfirlitsrit og steyptu síðan sögunni inn í það form raunverulega, þá Pétur dansandi í fortíðinni og hann gerir eins og þarna bækurnar voru 3 bækur sem hétu Sagan Ísland eitthvað þess að vélar tímans og eitthvað. Svo ég veit ekki alveg hvort að þetta sé kláraðu bókaflokkur eða ekki. Ég vona nefnilega að ég var alltaf að vonast þess að hann héldi áfram með þetta vegna þess að þetta voru miklar uppbólsbækur hjá mér vegna þess að mér fannst hann nálgast fortíðina á svo rosalega frjóan hátt. En auðvitað, ég meina við erum með Halldór Laxness og við erum með sem náttúrulega á kafi í frumhöfundum. Já, sem á kafi í frumhöfundum. Og djarftækur til þeirra. Já, algjörlega. En eitt sem ég gleymdi að svara einu atriði sem kom hérna fyrir 20 myndum hjá þér. Sko hvert að fólk, þú spurðir sko í sambandi við sorgina. Hvort að fólk hefði fundið útrás fyrir sorgina og það náttúrulega eitt af því sem maður hérna vekur athygli manns að sko kveðskapurinn, ljóðformið, það verður bara lausavísurnar. Það eru til allt milli heimis og jarðar. Það eru aríurnar okkar sem innra tal út í heiminn. Sérstaklega sem konur kyrjuðu og Halldór Laxness að fjallaði þetta með þetta í hug vegna þess að ég nefndi hann sko. Hann fjallar konuna sem gátu þöluð upp heilu bolkana af ljóðum og meðal annars til þess að sefa sorgi sína á meðan það bara gengur til sína verka, skilur. Þannig að það hluti af þessari tengingu við menntunina sko, að tilenga sér efni til þess að geta tekist á við erfiða tíma. Það gerði það í gegnum menntun og þetta óvenjulegt í Íslandi sko, hér á Íslandi óvenjulegt í erlendu samhengi. Þegar ég að flytja fyrirlestur þetta í útlöndum þá fólk verður svolítið hissa sko, að því við erum að tala mjög fátækt samfélag með infrastruktúr, það var engin vegir, enga brýr. Þú veist, þetta var, og bátanir náttúrulega bara einhverja skektur, sko. Þannig að hérna, þetta ansi... En byrju, hvort það? Ef þú ert að segja þessi sérstætt hvað var hérna mikil, hvað við segja, menning á Íslandi, þrátt fyrir að væri ekki sýnileg neitt, að við ættum engir stórmannvirki eða enga hámenningu eða neitt, að þá var þessi menning þarna. Já. Það vegna þess að það var sérstætt í Ísland eða það vegna þess að þegar við höfum allt hátimbraða með, þá sjáum við ekki hitt sko, að það hefði bara líka verið þar. Jú, það alveg rétt. Og það kannski meira þá í munnlegri geymd sko. Það vel verið skrifað mjög flotta bækur einmitt það sko. Eugene Genovese náttúrulega skrifaði alveg frábæra bók sem sósíalisti og var mjög þekktur bandaríkjamaður, skrifaði bók sem heitir Roll, Jordan Roll og fjallaði eiginlega sko svona neðan í jarðar menningu blökkumanna þræla í Bandaríkjanum og hvernig þeir náðu að þrauka þorran á góuna og það alveg stórkostlegt verk og það var annar hérna Eugene Weber sem skrifaði Peasants into Frenchmen og fjallar einmitt svona, þú veist, baðstofu menningu í Frakklandi og hvernig hún þróðist, það alveg frábær bók og svona í samhengi við þetta sem ég að tala sko, þá það alveg svona þorpsmenningin franska til dæmis, eða bara evróska hún á sér náttúrulega mjög flottar sko svona alþýðu menningar hliðar sem hefur verið heilmikið fjallað sko. En hún ekki svona mikið í ritmálinu ekki eins mikið í ritmálinu eins og íslensk alþýðumenning, en við höfum aðgengið alþýðumenningu umfram flesta aðra. Já, þú veist ekki, Davíð Ólafsson vinur minn og með ritstjóri í þessari ritröð, hann náttúrulega skrifaði doktorsritgerð Sighvat Grímsson borgfirðing
Ég meina þetta sem við köllum berfættu sagnfræðingarna, þessi sára fátæku kallar sem sátu daglangt og árlangt og skrifuðu upp undir sér ekki hvíldar. Sighvatur hélt dagbók í 67 ár. Hann skrifaði prestaævir alla presta frá landnámi til 1900 sem náttúrulega grunnurinn undir allar ættfræði rannsóknar á Íslandi. Ég meina þetta var 9 barna faðir, sár fátækur maður á á Vestfjörðum en ótrúleg elja og svona náttúrulega engin skólaganga bara tilenga sér, hann fer til Gísla Konráðssonar í Flatey, sest við fótskur hans, stundar róðara og lærir á honum og síðan bara byrjar hann að framleiða. Þetta svona það sem við getum kallað prentismiðja fólksins og ég náttúrulega hef verið að Halldór og Níels að hluta þessu Magnús H. Magnússon, Skáldu á þröm það var bók númer 2 í þessum bókaflokki sem náttúrulega alveg stórkostlegt verk. Ég átti eftir að skrifa svo bók sem kom út hjá Routledge Magnús sem heitir Emotional Experience and Microhistory og fjallar svona tilfinningar Magnúsar sem voru merkilegar. Ég meina hann náttúrulega dæmdur fyrir nauðgun, situr í fangelsi, heldur dagbók, þetta eiginlega eina dagbók fanga á, allavega langt fram á 20. öldina sko. Og ótrúlegu sena sko í raun að veru og ótrúleg sýn inn í þetta samfélag sem við erum að fá í gegnum þessa karla, þessa kettlingar sem dagbók Elku. Ég meina þetta stórkostlegt verk. Fátæka verkakonu á fyrstu árum síðustu aldar. Já, dagbókin frá 1915 til 23 og þetta er svo stórkostleg lesning og hún svo ótrúlega snjöll og hún á fundum hins íslenska bókmenntafélag og eina konan sem heitir, þú veist, bara lýsingar að þegar hún lítur út gluggan í Tjarnargötunu og sér flugvél á sveimi. Ég meina bara, þetta óborganlega lýsing og fyrir utan bara allt annað sko. Ég meina hún fer í krabbameinsskurð á Landakoti. Hún lýsir brunanum 1915. Ég meina hún bara þarna á þessum stað. Hún ættu og Þingvallasveit, hún bræður, þú veist, þau halda hópinn, hún heldur hópinn með verkakonum, hún stofnar hún situr í fyrstu stjórn verkakonnafélagsins Framsóknar. Ég meina þetta bara, þetta á að vera skildulesning í raun og veru bara í skólum finnst mér sko, og hún svo ótrúlega vel máli farin. Þetta fólk sem þetta lýsa, að það að leita sögunni og þá gætum við sagt að það sé næstu eins og svona frumþörf hjá mannskepnunni, þótt að þú sért sagnfræðingur og prófessor í því og vinni við þetta. Að þá það bara frumþörf hjá okkur að finna inn í líf okkar eitthvað samingi. Að því að við lifum innan sögunar og ef við höfum enga sögu að þá við eiginlega í tilgangsleysi. Þannig að fólk alltaf að leita sögunni og svo þetta náttúrulega þekkjum við bara glímun söguna og yfirráði við sögunni og eitthvað fleira. Stundum finnst manni að svona tíma sem við lifum núna séu svona hálf sögulausir. Það ekki, mér finnst það. Það lítið vísað í söguna og við erum með alls konar mál þar sem verið að leika sér á því að sagan kynnt sem styttri en hún Við getum nefnt bara Gaza sem hefur haldið fram að við byrjaði í október svo saga, en náttúrulega miklu lengri eins og við getum nefnt Úkraínu líka og alls konar hluti það sem eiginlega sífellt minna vísað eiginlega til svona lengri sögu og maður svona eiginlega skal bara segja það, stundum finnst mér að það bara óvanlegt að sé kannski bara stjórnmálastéttin í Vestur-Evrópu sé bara ekki með nógu djúpan skilning á sögunni og manni maður verður hálfræddur við það sé. Heyrðu Gunnar, þú veist, ég var með fyrirlestraröð í síðasta haust, 12 fyrirlestra þann gjörning að leggja borgarskjalasafni niður. Þú veist, og héraðsskjalasafn Kópavogs. Þú veist með stjórnmálamenn sem ber ekki skinnbráð á mikilvægi skjalasafna. Þú veist, ég var í rannsóknarleyfi 2023. Ég hitti fólk út allan heim og þetta brann svo sterkt á mér að ég var að segja þessu sögu og fólk var bara flemdri slegið. Því að það fólkið hugsaði fyrsta lagi býtu Ísland, þetta menningarland og svo
býtu, ef þetta getur gerst á Íslandi, þá getur gerst hjá mér líka. Þú veist, við erum eina höfuborgin sem er verið að leggja niður sko skjalasafnið, því að þetta er náttúrulega lýðræðisstofnun fyrst og fremst. Þetta er menningarstofnun, þetta er mikilvæg stofnun fyrir sagnfræðina, fyrir að skilja fortíðina, skilja söguna, en þetta er ekki síst lýðræðisstofnun. Þá segir ráðafólk Sigurður, það má vel vera þetta við vorum að snuta að hafa þetta, en við þurfum að forgangsraða og það er bara peningar sem fara í þetta, sagan, hún er voðalega mikilvæg, hún er bara ekki nógu mikilvæg af því að við verðum að frekar að setja brú út í Kópavog eða hvað sem er að ákveða að gera frekar og þá er það sem kemur að því sem ég var eiginlega að segja, að bara saga sé ekki eins hátt metin núna eins og hún var bara ekkert fyrir svo lengur síðan. Nei, og ég held að ég bara get tekið undir þetta með þér, sko. Það er því miður er það og ég meina, ég hafði trú á Degi B. Eggersinni sem bara manni sem hefði bæri skinnbráð þetta. En það er hann sem leggur þetta niður og þetta er í skjóli nætur, sko. Þetta er bara keyrt í gegn á með tíma og vísaði alltaf í eitthvað endurskona fyrirtæki sem bara vissi ekki rassabala hvað væri að gerast á svona safni og skrifaði náttúrulega fáránlega skýrslu sem var náttúrulega menn bara tættu í sundur, skipti engu máli. Og það sama gerist í Kópavogi. Og við erum náttúrulega, vísindamennir, við erum skítrættir að þetta bara verði bylgja sem fara á stað allt land. Þetta endi allt saman inn á þjóðskjalasafni. Fínt safn og ekkert nema gott það að segja, en þetta er bara allt öðruvísi nálgun þar heldur en í héraðsskjalasafnunum. Það er samræðan við nærsamfélagið, við fólkið sem skrifar dagbækur. Ég meina, ég er á 77. bók í minni dagbók. Ég er búin að vera að halda dagbók frá því að þessi ritröð byrjaði, skilurðu. Og ég bara er að skrifa bara mitt líf. Og mínar hugmyndir og hvernig það þróast og svo framvegis, sko. Fyrir einhvern sagnfræðing 2083. Já, hugsanlega, sko, en aðalega bara fyrir sjálfa mig í bara því þetta eins og þú varst að lýsa, því ég meina við skynjum að við þurfum að vinna úr fortíðinni, úr tímanum okkar, hver sem hann er. Og það er kannski vandi nútímans er að við gefum okkur ekki tíma til þess. Hraðin er mikill. Þess erum við alltaf á árinu 0 einhvern veginn. Já, það er svolítið málið. Og svo náttúrulega ertu bara komin í þá stöðu í dag að það er bara verið að snúa út úr öllum. Það er alveg, þú getur ekkert sagt á þess að komi einhverju 10 manns og snúa út úr því og bara halda fram einhverju dellu. Men ég fylgist með bandarískri pólitíki mjög mikið og er að hlusta á Biden og Trump. Ég meina, þetta er bara þvílík steypa, meira meina umræðan. Það er bara ekki hægt að halda upp í lýðræðislega umræðu. Af því það bara, þú spurðu spurningar og þú verður bara að tala eitthvað allt annað, sko. Að þú vilt ekki svara spurningunni sem er svo neyðarleg fyrir þinn frambjóðanda, skilur við. En talandi pólitíkina, þá finnst mér náttúrulega Bandaríkina, þá er náttúrulega verið að glíma við svona efnisyfirlit úr einhverju stórsögu hverju þróun bara Make America Great Again er náttúrulega sagnfræðileg það er það er svona hugmyndum að við vorum stórkostleg og svo afvega leittust við og við munum finna aftur leiðina ef við eltum þennan Móse yfir Rauðahafið, einhvern veginn svona hugmynd. Pútín er með svona sögur, sumleiti finnst mér evrópski stjórnmálamenn líka tala eitthvað svona hugmyndum Evrópu og evrópskildi og meðstöðurilega meira hér í forsetakosningunum allir tala nokkar gildi sem ég man ekkert eftir fyrir svona 30 árum. Nei, og ég sko... Þannig að það er það sem ég er að segja að þegar sagan er hætt að vera svona gjöful, þá erum við kannski alltaf að glíma við eitthvað svona skurn af svona allra stærstu sögunni sem eru fáránlegar einfaldanir og kannski bara skaðlegar. Sko, ég held að kannski er að megi líka, nú er ég bara að hugsa upp átt, sko, að ég held að megi kannski segja að þessi þróun sem ég var að lýsa hérna og upphefja, að hún hefur líka orðið til þess að það er engin bein lína til. Við erum ekki með eina sín á fortíðina. Þú getur komist upp með að segja allan anskotan liðna tíð. Þú veist, og postmódernískt. Já, svona þannig, sko, ef þú vilt kenna það við það, sko. Ég meina, við vorum með ríkisstjórn hérna frá 91 til 2004 eða hvað það var. Nei, 2007. Já, 2007. Ég meina, þegar að Evrópusambandsumræðan var, þá náttúrulega var ríkisstjórn Davíðs Oddssonar, þeir voru á móti þessu. Hvað gera þeir? Þeir taka landsbókasafnið, fallegustu bygging á Íslandi og búa til raunverulega þjóðmenningarhús. Þeir leiða öll skólabörn að stjórnarskránni sem höfð í öndvegi til þess að sýna bara hvað þjóðin
dýrmætt fyrirbæri, skilur, það bara, og þannig eru bara flinkir menn að verki. Þannig eru bara menn eins og Björn Bjarnason sem bara hugsaður fortíðina og veit sínu viti. Hann Hólmsteinn, ég meina, hann menntaður sagnfræðingur. Þetta bara fólk sem veit sínu viti og þú sér þetta í Bandaríkjunum líka. Að Donald Trump bara eins og 6 ára barn, sko. En ráðgjafarnir eru, sprenglarðir og eldklárir og eru flinkir við að lesa inn í alls konar, skoðanakannanir, hvað fólki vill og hvað má segja og hvernig á að ná eyrum fólks. Ég var út í Bandaríkjunum þegar að Trump sigraði Hillary og það var ekki eða neinu í kosningabarátuna því að hann var alltaf í fréttum. Að því að hann bara gekk alltaf fram að fólki og það var bara, hann þurfti ekkit annað, sko. Þannig að þetta er skrýtni tímar að þessu leiti að menn eru á vissan hátt að lesa inn í þessa sögu sem við höfum verið að ræða hérna, bara hvernig hugmyndir okkar fortíðina hefur kvarnast upp sem betur fer, en það líka gefið færi á að misnóta hana. Þannig og ég veit ekki alveg hvernig á að rétta þann kúrs. Þannig að þegar það engin saga, engin rétt saga, þá getur við allt verið rétt sem ég held fram. Já, einmitt. Herðu, en þegar við erum að tala um merkilega bókaflokk og kannski gerum við bara meira af þessu, þetta náttúrulega endalaust efni þarna, þarna með Elku þarna fremst og við getum búið til samtal bara um hana og hvað fólk til að skoða. En þessi Bibi í Berlín, að það var verið að koma út efni um hana hjá erlendu bóka? Já. Og ég segja örstu sögu hennar. Frá Bibi í Berlín. Þetta náttúrulega, ég veit ekki að þetta náttúrulega, þessi saga einhver megin, kannski draumur allra sagfræðinga að fá svona efni upp í hendurnar. Af því að þessi litla saga, hún lýsir upp náttúrulega bara 20. öldina eins og hún leggur sig. Í stuttumáli, þá Bibi, hún fæddist á kotbílinu Berlín, rétt fyrir utan Hofsós og þetta kotbíli, þetta 15 fermetra gólfflötur til að byrja með og hann stækka nú eitthvað pínulítið og þetta fjölskylda, 4 manna fjölskylda. Bibi fæddist Bjargey Kristjánsdóttir, kölluð Bibi og fæðist 1927 og mjög fljótlega eftir fæðinguna, kannski á öðru árið eitthvað svoleiðis, þá komast læknar í nágrenninu í sveitinni að því að Bibi, og því að þú afsakar orðbræðið, þetta nú bara hinn tæknilega hugtak sem var notað þá, að Bibi væri fáviti. Og það þýddi náttúrulega að, ég meina, samkvæmt hugmyndafræði tímans, þá var nánast bara þetta fólk hættulegt, fatlað fólk í einhverjum skilningi var sett til hliðar og Bibi, hún henni haldið mikið til hlés inn á þessu litla heimili og ef það komu gestir þá átti Bibi stað bak við eldavélina. Hún eignast bróður einhverjum 9 árum síðar eftir að hún fæðist og hann gekk undir nafninu Litli prinsinn hjá henni og hann sem upphafinn sem snjall og skemmtilegur og allt það, meðan henni haldið og hún finnur þetta alls saman, og þegar hún 30, hún gengur ekki í skóla með jafnöldrun sínum, hún fær ekki að fermast með sínum aldursflokki, fermist eða sér og mjög sorgleg lýsing til að því og þegar hún 30 þá deyr fellur móðurina frá óvænt og þá eru góður á dýr hvað á að gera við Bibi og pappina sem var nú svona svolítið við myndum skýra hann sem svona hálfgerðan fant, hann var skapstykkur og var gat verið Bibi mjög erfiður. Hann hann telur sig ekki geta haft hana og móður systur þeirra leggja á ráðin að komin á Kópavogshælið sem þá hafi verið stofnað 1952, þetta 1957 sem þetta gerist. Og Bibi segir, og það haft eftir henni, að hún sé ekki fáviti og allar ekki inn á neitt fávitahæli. Hún hafði komist að því að þetta væri fávitahæli, eins og norða. Og það endar á því að hún flutt, sett upp í bíl og keyrð til Blönduós og sett þar inn á elliheimili, 30. Og sem sagt úr þessu pínulitla húsi, þá hún sett upp á 4. hæð á elliheimili og alltaf með herbyggisfélaga sem cirka 50 árum eldri en hún
og þeir deyja náttúrulega bara hver á öðrum og Bibi náttúrulega gríðarlega þunglynd og á við, ég myndi segja þunglinda stríða þanniglega. Síðir, eftir tæp 20 ár, þá starfsstúlka á heimilinu sem hvetur hann til þess að tjekka sig út af heimilinu, það ekki margir gert það ævina. Og hún endar á því að flytja inn í þorpið, inn í Blönduós og í skjóli þessara starfskonu, Imba góð, eins og hún kallaði hana, og dvelur þar í kjallara í herbyggi þar sem hún fekk til afnota og aðganga eldhúsi og þess að þar í nokkur ár og síðan kaupaði lítið hús og Bibi deyr 1999 og þá kemur í ljós handrit upp á 145.000 orð, sjálfsæfisaga Bibiar. Og sem hún hafði haldið raunverulega leyndu þessu handriti og fáir vissur raunverulega hún gæti lesið að skrifað. Og hún hafði beðið sveitunga sinn Harald nokkurn Jóhannsson sem var nú þekktumaður í bænum svona í homma samfélaginu rak ferðaskrifstofuna Framandi. Hann hafði samband við Þorvald Kristinsson hann mætamann sem þá var að vinna hjá Jóhanni Páli í JPVF og vildi aðtöku hvort hann væri til, og þetta 1987 held ég að verið, sem hann skrifar handritu upp, leiðréttir ýmislegt og lagar það svolítið til og vil fá Þorvald til þess að gefa þetta út og Þorvaldur, hann bara þekkti sitt heima fólk, sagði þetta er áhuga, hann áttaði sig á þetta var áhugavert handrit, en það væri bara ekki tækifæri til þess að gefa þetta út og árin líða og hann hugsar alltaf reglulega til handritsins og skellir sér síðan í fötlunarfræði nám og hittir þar Guðrúnu Valgerði Stefánsdóttur sem núna prófessor í fötlunarfræði, var þá nemandi í doktorsnámi í fötlunarfræði og þeim verður vel til vina og hann endar á því að afhenda henni þetta handrit og ég var í doktorsnefndu Valgerðar á sínum tíma og kynntist hennar stórkostlegur rannsóknum lífssögur fallara kvenna og sem var ég hafði gríðarlega mikil áhrif á bara mig og mína bara hugsun sagnfræði og fortíðina og við vorum saman í verkefni sem hét Fötlun fyrir tíma fötlunar og þar var Sólveig Ólafsdóttir sagnfræðingur, hún var doktorsnemi í þessu verkefni og við vorum svona henni innanhandar, við vorum að 3 í svona teimi og hún kemur með þetta handrit, nefnir þetta handrit við mig og ég segi bara strax þetta verðum við að gefa út og þetta verður bara að fara inn í sýnisbókaröðina og hún tekur því strax vel og við setjumst niður, þetta var mjög eftirminnileg stund að við setjumst niður á skrifstofu minni og förum að ræða, við vorum þá búin að lesa handritið og bara ég sá strax fyrir mig þetta er ótrúleg tækifæri til þess að skoða 20. ölduna í allt öðru ljósi. Þú veist, framfara sagan, þú veist, þessi endalausi framfara röfl 20. ölduna. Hún bara kolna niður í lífi Bibiar. Og við erum einhvern veginn að velta fyrir okkur hvernig eigum að gefa bókin út. Því að meina, textin óvenjulegur og stafsendingin óvenjuleg, mjög læsileg í alla staði og bara á einhverjum tímapunkti þá kasta ég bókinu frá mér og segir, heyrðu, við verðum bara að sækja, við verðum að bara rannsaka líf þessara konu. Og við sækjum í rannsóknarsjóður Annís og fáum 3 ára verkefnastyrk við 3. Og við hefjumst handa, ráðum 2 emanema, Helenu Gunnarsdóttir sem var í fötlunarfræði, undir handa Jaðri Guðrúnar, svo Guðlaug Dröfn Gunnarsdóttir sem var í safnafræði, ég kem að því eftir smá að hún var ráðin, og svo aftur Atli Kristinsson sem var sagnfræðingur og þetta fólk rannsakaði svona ákveðna kema í sögu Bibiar og svo vorum við bara á kafi. Við förum mjög fljótlega í rannsóknarferð og í Skagafjörð og hittum þar frænda Bibiar sem var nú einhvern 20 árum yngri en hún og hann svona var nú ekki rosalega hrifinn af þessari útgáfu, bókin var þá komin út sko og
svona hafði nú ekki mjög mikla trú á Bibi, fannst hún vera bara, þú veist, hafi kannski bara keypt þessa sögu að hún væri fáiði og af svona rælni þá spyr ég hvað verðum reitur Bibiar eftir hún dó 1999 og hann segi við frændur, ég og bróðurinn við fórum og sóttum þetta og þetta núna í húsi móður minnar við hliðina á, ég hef ekki kynnt það í 15 ár þannig að það örugglega í slæmi ásigkomulagi við fengum leyfi til að skoða þá kemur í ljós 10 kassar og þetta eru bókakassar Bibi safnaði bókum og það var alltaf verið að segja henni á hælinu að losa sig við bækurnar því hún var ekki læs en Bibi það var svona ímyndi margra að það einhverju bóksölumenn hefðu prangað þessi inn á sig og hún vildi sýnast að hún væri meira heldur hún var en við náttúrulega sáum strax að þarna hefði allar bækurnar verið lesnar síðasti kassin hann var fullur af stílabókum 50 stílabækur og við transformum þetta út á tún og Sólveig kallast strax þetta eru dagbækurnar hennar og við náttúrulega vissum ekki að þær voru til og við fáum leyfi frá þessum ættingja til þess að taka bækurnar og fara með þær suður og við fengum bara svartan poka sem við erum bundið að lifa að ferðina til Reykjavíkur að því það var náttúrulega þannig lyktina var þannig eftir að vera í rökuhúsinu og heituðu og svo þegar við förum að skoða þá kemur í ljós að ein bókin upp á 100 síður sem sagt annáll fyrstu 10 árana á hælinu í bundnum máli. Í bundnum máli? Já. 480 kvæði og þetta seldi hún til vinkonu sinna sem var sem sagt eiginkona Páls Kolka Björg, eiginkona Páls Kolka sem var mikið vinkonu hennar og hélt svolítið utanum hennar, þau stoppuðu stutt þau voru bara þau yfirgáfu Blönduós eftir þegar Bibi var búin að vera á hælunni í 3 ár en það sem Bibi gerði, henni náttúrulega leittist alveg óskaplega það sem hún gerir að hún klæddi sig upp á mótnana eftir morgunmatinn og gekk staðinn og við heldum borgarafund á Blönduósi, hittum þar fólk og óskuðum eftir að hitta fólk sem þekkti Bibi og ein konan summeraði raunverulega reynslu margra og sagði já, við þekktum öll Bibi en það talaði engin við hana og þetta var náttúrulega rosalega sorglegt sorgleg yfirlýsing en Bibi sem sagt komin inn í land einhverja 5 kilometrar þar kemur hún að sandgrifju og hún segir þetta verður mitt land og hún byrjar og einhver 25-30 ár byggir hún upp aldingarð bara á hverju voru byrjar hún að viða þessi plöntum og býr til fallegan skrúðgarð og fær vinnu til verðlauna þarna 1991 held ég að það verið af frá Blönduós bæ viðurkenningu fyrir bara þennan fallega reit og hún gerði meira, hún safnaði dúkkum og það fór óskaplega í taugarnar á fólki á hælinu, hún alltaf að segja frá því að fólk sé að reyna að koma að koma þessum dúkkudóti að því hún sé fullorðið manneskja, hún ekki að leika börn, leiki sér bara með dúkkur hún safnaði 140 dúkkum og það sem meira við fundum út að þær enduðu í Þjóðminjasafni Íslands og það veit enginn hvernig það gerðist að því þú bankar ekki upp hjá Þjóðminjasafninu og viljið taka dótið mitt hérna sem ég er búin að safna en þetta endaði þar og fór það bara onni í geymslur og við dróum þetta upp og það það sem safnfræðingurinn kom og rannsakaði dúkkusafnið og þar hún skilaði hún klæddi dúkkurnar upp í sunnundagsfötin sín sem hún hafði saumað setti síðan nældi miða á brjósti þar sem hún listi þess að nafni dúkkunar hver hafði gefið eða hvort hún hafði keypt það og hvar hún hafði keypt það og jafnvel svona karakterlýsingar á þeim þannig að þetta stórkostlega merkileg heimild þessi kona sem var náttúrulega einangruð meira minna alla sína ævi hún bara tekur, þetta var bara fjölskyldar hennar 140 dúkkur þannig að við vorum einhvern megin rannsókn okkar fjallar svolítið þetta og hvaða samræðu þetta líf við 20. öldina á Íslandi og hvernig stendur á því að fötluð kona eins og Bibi, hún var með skjaldkirtilssjúkdóm sem í dag því sem næst óþekktur því að það bara öll smábörn að tekin blóðpröfu úr hælnum að þeim og ef þau eru með þannig einkenni þá bara fá þau meðul og það verður ekkert að þessum sjúkdómi
En þetta uppgötast ekki fyrir en Bibi, hún lendir í einhverju veikindum og flýgur til Reykjavíkur og þar fær hún greiningu raunverulega hvað að henni og þá líður henni miklu betur. Hún hafði verið með hægðatregðu eiginlega alla sína ævi, alltaf verið að þröngana til þess að borða mat sem hún bara hafði enga list á og svona ýmislegt. En hún var mjög lágvaxin, hún var með svolítið svona óslétta húð sem allt einkenni þessara veikinda. En sko það var greindaskortur líka eitt af einkennunum, en það alveg greinilegt að hún hefur verið með sko væg einkenni því að þetta var bara flugvelgefin kona. Og textin alveg sko, hann algjörlega briljant sko. Og sérstakur. Já, hann náttúrulega bara ofboðsleg írónía. Hún náttúrulega ekki miklum félagslegum samskiptum. Nei, en hún hún að lesa rómana, hún var að lesa bækur alls konar tæki, bíla og skip og þess aftar, og svo náttúrulega garðyrkju. Þetta var áhugamálið hennar sko. Þannig að hérna... En af hverju hélt hún í leyndu að hún gæti lesið og skrifið? Já, bara fólk trúði henni ekki sko. Ég held hún hafi ekkert haldið í leyndubilin sem hún var bara, þú veist, fólk bara hafði ekki trú að því hún væri fáviti, sko. Að hún gæti, en hún hélt þessu leyndu skrifunum, sko. Það var æsku vinkonina sem hún... En það dómur samfélagsins hver hún var svo sterkur. Já, hún kom ekki einu sinni í gegn að hún gæti lesið. Nei, og það var náttúrulega einhverju sem vissu það. Eins og vinkonina, æsku vinkonina sem, sko, eiginlega foreldrarnir kom í veg fyrir það þeir umgengus hver aðra. Hún var af næsta bæ og þær missa eiginlega samband í áratugi sko, komast aftur sem sagt á fullorðins árum í samband og Alda sem bjó þá í Keflavík og var systir sem sagt Haraldar sem tók við handritinu en það var talsett vinna sko að því Haraldur hafði fandrað þessi mikið í handritinu hann vildi, þú veist, það var svona hún sko, eins og einhver sagði sko, ég meina hérna, Bibi, hún hlustaði það talaði ekki við hana en hún hlustaði og skrifaði allt niður. Þannig að hún var með alls konar sögur skilur sem fólki fannst ekki rosalega notalegt að heyra sko. Þannig að hérna þannig að hann svona snirti það til og það var svona svolítið mikið vinna að fara í gegnum það og að því að hann hafði sko skilað inn frumritinu inn á handritasafnið nokkrum árum áður. En við komumst í þetta. Þannig að það var svolítið mikið vinna að bera þetta tvennt saman og þú veist og vinna þannig með handritið. En bókin fékk heilmikla athygli og í raun og veru hún smell passar inn í hugmyndafræði þessara ritraðar að lyfta upp manneski sem bara, þú veist, hannilega ekki til. Það algjört núll og nix. Já, algjört núll og nix, en bara, þú veist, ég meina það hefur komið að máli við okkur rithöfundar, leikritaskáld, þú veist, kvikmyndagerða fólk sem vil gera eitthvað með þessu sögu. Og við erum búin að flytja náttúrulega fyrirlestra út alla koppa grundir allan heim í raun og veru og við þrjú sko og hérna við erum höfundar að þessari bók, við unnum það saman og svona skiptum með okkur liði en bara ofsalega skemmtileg vinna og náttúrulega eitthvað sem sko við einhver megin já, þetta var ég get nett sem dæma, ég var á Ítalíu núna í maí á ráðstefnu og hérna í Genova og hérna líf sem ekki til hún hét það sko líf sem ekki til og hérna og ég bara í meðjum fyrirlestur þegar ég beigi af og að segja frá lífi hennar og átti raunverulega bara í mjög erfitt með að komast í gegnum fyrirlesturinn og vinur minn Davíð Ólafsson sem var á þessari sömu ráðstefnu, hann var nú vitni af þessu og sagði að sko menn hafði mátt að sjá þetta tröll þarna í pontu sko 2 metra mannin þú veist bara berjast við grátinn sko að það hefði mátt heyra saumnál detta og sko ekki fögnuðurinn, hann hafði aldrei heyrt jafn mikið fögnuð í akademísku fyrirlestri þegar hann lagaði að við fólk var bara svo fegin að ég skildi ná í gegnum hann sko. Já, en tilfelli var sko að ég fór að hugsa þetta því ég hafði fjallað hann náttúrulega bara í gegnum áriðin sko og við öll að sko þarna að við vorum að senda frá okkur handritið þarna í febrúar í lok febrúar að var bara búin að vera svo mikið á kafi í verkefninu og bara tekur þetta svolítið inn á sig þessa sögu, hún er bara þannig gerð sko, að þegar að ég loksins fer að fjallum hana þarna í maí þá bara einhvern veginn brust alla varnir sko þannig að hérna En það hluti af því að skoða einsögu, þá ertu náttúrulega að skoða út úr einni mannesku. Já, og manneskinni fylgir. Já, tekur þetta inn á því náttúrulega, þessar raunir í raun og veru, sko. Það náttúrulega alveg
En náttúrulega alveg stórkostleg, ég veit ekki hvað ég á að segja, þú veist, þetta er afhjúpun læknavísindana sem við upphefjum náttúrulega á góðum stundum og auðvitað gera mikið gagn, en guð minn góður, sko, það eru casualties of war. Það er fólk sem liggur eftir í valnum, sko. Og Bíbí var sannlega einn af þeim, sko. Herðu, Sigurður Gylfi, takk fyrir að koma hingað og segja sögur og ræða sögu. Ég var nú svona að segja að þetta væri náttúrulega fjársjóður þessi ritröð og kannski dundaði mig við það í sumar að ná einhverjum af þessum sögum í gegnum spjall. Já, endilega bara, þú veist. Þannig þetta er ekki endanleg útgáfa. Nei. Þegar sagan lifir, þá lifir hún líka í samtölum á milli fólks. Já, heldur betur. Og bókina Bíbí sem kemur út hjá Routledge núna í ágúst í opnum aðgangi. Það er mikið að það komið fram, þannig að hún er ekki kosta neitt, sko. Þannig að fólk hefur aðganga þeirri sögu, sko. Hún er svona, hvað ég segja, svona svolítið fyllri umfjöllun heldur en er í þessari bók, sko. Þannig að þú hóar í mig, ég kem hlaupandi eða einhver af þessum höfundum eða nóga þeim. Heldur það, kæra þakkir. Takk. En ég sitt áfram og held áfram að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og okkur sjálf og kannski heiminn. Næsti kafli eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.